kvöldið. Velkomin hér í Víkina, þar sem hefjast leikur Víkings og HKU í Grindavík kvenna. Við HK skipað eftirfarandi leikmönnum nr. 12, Anna Vala Axelsdóttir, nr. 17, Emilía Dögg Símans. Nei, fyrirgefðu, ég önnur stað. Ég gerði líka síðast. Það var Regina Kynni. Nr. 12, Elísa Helga Sigurðardóttir, nr. 23, Ethel Gyða Bjarnasen, nr. 4, Telma Mendos, nr. 6, Ingadís Jóhannsdóttir, nr. 7, Embla Steindórsdóttir, nr. 9, Amelía Laufey Viljovíks, nr. 10, Karen Lóðadóttir, nr. 13, Anna Valdís Garðarsdóttir, nr. 14, Hekla Þögg Vilhelmsdóttir, nr. 17, Aníta Eik Jónsdóttir, nr. 18, Jóhanna Jónasdóttir, nr. 19, Margrét Guðmundsdóttir, nr. 20, Brynja Katrín Benediktsdóttir, nr. 22, Levandra Loftsson Salmonsen, nr. 33, Alva Brá Oddsdóttir, nr. 48, Katrín Hekla Magnúsdóttir. Þjálfari og liðsstjórar HK Kristín Jónsdóttir, Birna Björnsdóttir og Bára Björn Ólafsdóttir. Og þá kannski rétt að kynna þér Víkings. Nr. 12 eins og áður segir Anna Vala Axelsdóttir, nr. 17 Emilía Dögg Símansdóttir, nr. 3 Lára Ívarsdóttir, nr. 4 Anna Björg Ívarsdóttir, nr. 7 Ragnheiður Ásmundardóttir, nr. 8 Ester Inga Ögmundsdóttir, nr. 9 Ástrós Birta Birgisdóttir, nr. 10 Auður Brynja Sölvadóttir, nr. 14 Arna Þyrí Ólafsdóttir, nr. 18 Kara Rún Árnadóttir, nr. 19 Sigurður Jónsdóttir, nr. 20 Elín Helga Lárusdóttir, nr. 21 Helga Lúðvíka Arnaldsdóttir, nr. 30 Ragnhildur Jónsdóttir Klara, nr. 33 Auður Ólafsdóttir. Þjálfari Víkings Sigurðsson Sigurðsson og með honum á bekknum Íris Kristín Smitt, Jóhann Guðmunds, Eva Gunnlaugsdóttir og Vilhjálmur Gunnar Pétursson. Og mótsaðar leikmennirnir á þeirra leikmennum eru bara ekki Lúðvík Hallgrímur Jónasson og Hófar Örn Jónsson. Sem leika leikafnarnefndum átakið leiksins, leikmannum, dómurum og starfsmönnum og með ábæðna íþrótta í huga við viðleikum og með góðir fyrir saman og eina að stýra þetta leikina hættis í huga og sína játa huga að bátur ákvæmlega sem verður ákvæmlega. Takk fyrir og góða skemmtun. Allir, þetta gerir bæinn. Jæja, verið velkomin inn í þessa útsendingu. Það leikur HKU og Víkings hér að hefjast í Grill 66 deild kvenna. HK-liðið skipað mörgum efnilegum stúlkum sem eru farnar að banka á dyr aðaliðs HK í Ólisteildinni. Þetta eru stelpur sem hafa átt ágætu gengi að fagna í yngri flokkum. Frábær yfirhendafinta hjá Anítu Eik en henni brást bóðalistinn hérna.
Já, þetta svona tiltölulega hefðbundin uppstilling hjá okkur. Það Ester Inga hérna hægra megin, Auður Brynja vinstra megin, Arna Þyri. Já, glæsilegt. Auður Brynja fær hérna mikið pláss. Einleysing frá vinstra horni alla leiðina yfir og Auður Brynja ein á stóru plássi á móti hornamanninum og klárar þetta vel. Já, þetta var ágætlega gert hjá henni, spurning hvort hann var ekki tæp á skrefum. Þetta Alva Brá Oddsdóttir. Góð finta þarna tilbaka, en eins og segi, hún var líklega komin á fjórða skrefið. Þjálfari HKU Kristín Guðmundsdóttir sem að gamalreyndur leikmaður sem búinn að spila í yfir 20 ár. Held ég ennþá eitthvað aðeins að spila með HK. Glæsilegt. Aftur virkar þetta. Gamli góði eitt vinstri og Auður á eina á Auðunsjó. Já, þetta klaufalegt. Já, Emblu kastar þarna beint út af. Nú ætlar Arna Þyri að stilla upp í einn hægri. Alveg eins kerfi nema bara innlýsing frá hornamanni. Já, Ester alla leið. Já, góð vörn hjá Ölvu Brá. Góð fót að vinna þarna og takla hana vel. Glæsilega gert hjá Ester Ingu. Já, það sem ég ætlaði nú að segja hérna Kristínu Guðmunds, þjálfara HKU, hún spilaði með Víking fyrir rúmum 20 árum að mig minnir. Frábær handknattskona með mjög hreinskilinn og segir sína skoðun umbúðalaust. Já, þetta var virkilega góð yfir finta hjá Anitu Eik, en Emilia Dögg sá við henni. Þrjú 0 eftir 4 mínútur og 20 sekúndur. Já, Ester aftur mikið pláss. Glæsilega gert hjá henni og fiskar hérna vítakast. Það hættulegt að stíga háttu upp á móti Ester. Hún afar kvik í báðar áttir. Arna Þyri, þetta nú sjaldséð sjón. Lætur verja frá sér í vítakasti. Það var Elísa Helga sem varði þetta vel. Tveir hægri kallar hérna Embla á miðunni. Og þá bara keyra upp, Kara laus. Já, sjálfsögðu. Yfir með hann. Nei, frábært. Emilia Dögg fljóta sá hann valmöguleika. Kara stál metrum vel og algjörlega frábær finta hérna hjá Ölvu Brá. Ekki lengi að svara. Mikil sprengja í þessari
fintu. Já. Þarna sér Embla við henni. Og fer Embla aðeins herra upp á Auði. Klókt hjá Kristínu Guðmunds þjálfara. Setja hann aðeins ofar þegar að fara í 2 línur. Já. Já, þetta er réttu dómur, hún var búið með skrefin, Kara. Spurning að fara ekki bara í 2 hægri, láta Ester leysa inn. Já, glæsilegt, þarna var smá heppnistimpill yfir þessu. Kara Rún klárar þetta vel. Já. Vel klára hjá Leandru Náttsól, Salva Móser. Örfend þarna í hægra horninu og setur hann í gólfið og inn. Já, Arna Þyrí stillir upp hérna. Ástrós Birta kemur hérna út. Svo bara fá boltan yfir á Örnu, já, flott. Áfram. Áfram stelpur boltan yfir. Já, góð vörn hjá Ölfu. Kýl vinstri, kallar Arna Þyrí, eða Siffi kallar á, svo segir Arna Þyrí það. Já. Ekkert að þessu ágætis skotfæri. Þó þetta hefur verið hornamaður sem að lét skoti ríða af. Já. Anita Eik heldur áfram að koma með mjög góðar yfirendafintur. Það er ekkert ósvipaðar, hún og Alva Brá hérna vinstra megin með mikla snerpu og geta finta í báðar áttir. Já. Kristín ómyrk í máli Ómars Arnars dómara, ósátt með hann. Nú fer hendin að koma upp, vantilega. Eða, já, hreyfillin er komin upp. Helga Lúðvíka komin hérna inn varnarlega. Já. Leandra Náttsól. Salva Móser. Skaut hérna í stöngina. Já, þetta er framalega vörn hjá HK-stelpum. Það þarf að leysa mikið inn og koma með fína krossa, blokkar, nei, hérna, fína rykkingar. Einilýsing og rykking á saman tíma gæti búið til mikla sundrung í varnarleik HK.
Háka stelpurnar hafa eitthvað til síns máls hérna. Já. Já, bara fá góða sókn. Spurningum að láta bara Auði Brynju. Nei, hann tekur hann aðeins út af. Láta hana bara aðeins leysa inn á línu. Láta Ester sprengja upp og Örnu Þyri velja hvert á að gefa boltan. Helga Lúðvíka komin inn á. Já, stelpur, þetta er ekki nógu gott. Við erum að kasta og grípa. Hendin er komin upp hérna. Og þarf bara stillu fyrir Örnu kannski. Arna kemur eitt skot í skrefinu. Já, Arna Þyri, þú voru bara að skjóta marki núna. Fara bara í. Já, fínt. Og bara skjóttu. Já, kemur. Já, vel losað hérna hjá Anítu Eik. Fór yfir endafintuna, sett hann yfir í vinstri og losaði. Bjóð til smá yfirtalningu hérna hinum megin. Nei, yfirtölu. Þetta er ekki öllum gefið. Hann á að setja hann yfir í veikari hendi og losa hann. Já, Ester. Já, flott. Ester bara sagt á mikið pláss. Hornið, glæsilegt. Elín Helga. Óheppin. Góð vörn hjá Örnu Þyri. Staðan 5-3 hérna eftir 13,5 mínútu. Það er aðeins að högta sóknarleikurinn á Víking. Það er að ráða illa við þessa framlengjandi vörn. Já, vel gert hjá Emblu. Þarna hefði Elín Helga átt að stíga fyrir hann að reyna að fiska ruðningin eða þvinga hana til þess að gefa niður í horn. Já. Já. Glæsilega, nei. Frábær sending í Örnu Þyri en Ástrós óheppin. Skaut hérna yfir. Þetta er einmitt málið á móti svona framhæli vörn, að reyna að finna glöfuverðarna fyrir aftan. Já. Já, Elín Helga leysir þetta inn. Frábær vörn enn og aftur hjá Hákastelpum. Já, þetta er bara réttu dómur. Ég held að þetta sé ekki neitt. Og það bara skilja sér heim.
Alfa Brá skiptir út af. Þá kemur Inga Dís Jóhannesdóttir inn á. Það er já, lína Hatti Jónasar vissi sinni sök, gamli rammavörðurinn sem spilaði lengi með Selfoss, IR og fleiri liðum. Já, flott og Ástrós voru að rykkja á línunni. Þá skiptir Anita Eik hérna út af og Anna Valdís Garðarsdóttir kemur inn á. Og það var að Leonardra Náttsól, Salva Móser virkilega vel fiskað hérna hjá Örnu Þyri, fekk snertinguna og tók smá öskur hey og það var það bara víti. Og Arna Þyri skorar 6-5. Já, ná boltanum, flott. Já, Hákonstelpur hefnar hérna. Já. Frábærlega spilað hjá Örnu Þyri og Köru Rún Árnadóttur sjött. Akureysk og vestmannesk samvinna þarna. Já, vel spilað hjá Önnu Valdísi. Gamla góða no-look sendingin í gólfi og inn á línu. Emilia Dögg varði frábærlega þarna. Þá er Auður Brynja komin aftur inn á. Ég kalla eftir að fara inn í 4-2, 2 línur og láta línuna rykkja svolítið. Já, flott! Ánægður með þetta. Hún kemur aftur út. Já, rétt. Frábærlega spilað Ástrós óheppin. Hún greip boltan vel hérna. Nei, já, jú, þetta er réttur dómur. Staðan 7-5. Rúm 21 mínúta eftir. Nei, búinn af fyrri hálfleik. Kristín tekur leikli og laumar hér nokkrum vel völdum orðum í eyra Hatta Jónasar. Já, Arna Þyri tekur hérna virkan þátt á leikli Víkinga
kemur með fína punkta. Já, við erum að streiða svolítið fyrir flestum mörkum núna undanfarnar mínútur, eða svona já, síðustu 10 mínútur, eitthvað svo leiðis. Margt gott í þessari 3-2-1 vörn HK stúlkna. Já, að fara í gamla góða hornajúkan og Anna Valdís, hún heldur áfram að velja rétt hérna. Gaman að sjá þennan leikskilning. Já. Og Ástrós með það. Já. Hendi góðin upp. Frábær vörn hjá Telmu Meadows. Já, Madonna. Annar dómari leiksins dæmir hérna skref. Réttmætur dómur. 3 vinstri kallar. Kristín. Já. Nei, línan alveg dauðafrí. Það er spurning hvort að þær haldi ekki áfram að spila þetta kerfi ákvæmstelpur þangað til að klikkar. Gæti gefið þeim nokkuð mörk í röð hérna. Ef að Víkingstelpur fara ekki að telja rétt. Já. Hornið laust. Já, þetta er rétt. 7-6 er staðan hérna. Góð dómgæsla, lefa leiknum að fljóta. Vel spila hjá Hákonstelpum. Það eru búin að jafna hérna og Siffi tekur leikli. Já, ég er að leta á mér sko.
Já, leikurinn fer hérna af stað aftur til leikli 7-7, 6 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Það er ljóst að þessi 3-2-1 vörn eða nánast bara 3-3 vörn HK er að valda okkur erfiðleikum, miklum erfiðleikum. Og já, losa. Glæsilegt mark hjá Ester Ingu, miklu harðfylgi. Emilia Dögg vandanum vaxinn í markinu og það er hérna vel. Já, Ester fer bara inn, kemur aftur út, þá kemur Kara inn, já, frábært. 2 mjög góð mörk hjá Ester og mikilvæg. Gott leikli á Siffa, effektíft. Ó, vel gert hjá þessari nummer 6. Inga Dís. Góð finta hjá henni og hótaði eins og hún var að fara upp í skot en gaf blindandi henni á línu. Ég er hrifinn af þessu. Það eru greinilega ágætlega skólaðar þessar stelpur. Eru kvikar á fótunum og losa oft á réttum tíma og velja rétt. Það er margt ágætt hérna, verði ég að segja. Já, 2 mínútna brottvísun á Telmu Metos. Jæja, nú þurfum við að HK-stelpurnar að fara aftar. 6-5. Ástrós fer væntanlega milli 1 og 2. Og það er bara að spila breytt og velja rétt. Spurning hvort að, já, næri hornið. Boltinn væntanlega endar hérna aftur í horninu. Nei, áfram. Já. Glæsilegt. Þolinmæðin, þrautin vinnur allar. Eða þrautir vinnur allar, vildi ég sagt hafa. 2-3 aukasendingar og gott færi. 10-7. Já. Ómar Örn vissi sinni sök hérna. Vel fiska hjá Emblu. Emilia Dögg. Verið þetta vel. Skaut í millihæðina. Emilia þurfti ekki að hreyfa sig mikið til að verja þetta. Jæja, við erum einum fleiri í 30 sekundur. Fá gott mark, takk og hornið laust. Áfram. Hornið. Nei. Glæsilegt hjá Auði Brynju. Það verður að segjast að þetta leikli hjá Siffa var frábært. 4-0 kafli hérna eftir þetta leikli. Já. Ég skil ekki á hverju HK-stelpurnar fara ekki aftur í miðjueinlýsinguna. Kerfið sem spila á hann fengu galopið færi og mark. En
Já. Það var svona einkennlegur taktur í þessu. Anna Valdís brýst þarna í gegn og skora gott mark. 11:08 mínúta eftir að fyrri hálfleik. Bara fá langa sókn og gott mark. Ester leysir inn og kemur aftur út. Fá aðeins svona einhverja hreyfingu á þetta. Já, Auður skýtur hérna yfir. Frábær finta hjá Ingu Dís. Hávaxin stelpa. Það vantar alltaf fleiri hávaxna leikmenn í kalla og kvennabolta. Það er nú bara þannig. Já, og skjóttu bara á uppinn. Ekkert annað að gera. 11:09 hérna í hálfleik. Tökum okkur smá kaffipásu og kannski ekki kaffi, það er ekki gott að drekka kaffi svona sent á kvöldin. Tökum okkur smá pásu og komum á vörmuspori.
Jæja. Það fer seinni hálfleikur hérna senn að hefjast. Og já, Kara kemur hérna fyrir utan. Gamla kýlkerfið. Áfram heldur þessi framlíkjandi varnarleikur HK stúlkna að velgja Víkingstelpunum undir uggum. Og Inga Dís skorar þetta gott mark, bolti fara að fljóta, hún fyrir milli 1 og 2. Og þessi varnarleikur hjá liðinu er vel skipulagður. Við fundum frábæra lausnir við þessum varnarleik áðan og vonandi heldur þetta uppteknum hætti í seinni hálfleik að finna opnanir og glöfur. Glæsilegt Ester Inga. Hún er svo kvik á fæti þessi stelpa. Vá, þetta var nú bara frábærlega gert hjá Ingu Dís. Mikil svona natúral sprengja hérna. Greinlegt að hún er afar efnilegur leikmaður. Já, frábært Helga og fær hérna vítakast. Góð finta hérna hjá henni. Arna Þyri á punktinn og skorar að miklu harðfylgi. Auður Ómarsdóttir komin hérna inn og í bakkaran varnarlega. Lætur vel til sín taka. Já, hendi komin upp, Inga Dís, vel losa hjá henni. En Jóhanna Lind, nei, Katrín Hekla vildi ég sagt hafa, fyrst forlát á þessu. Skýtur henni í stöng, 13-11. Já, frábær vörn hjá Telmu Metos. Já.
2 mínútna brottvísun á Helgu Lúðvíku. Þetta er bara réttu dómur. Fer hérna aðeins aftan í Ingu Dís. Það er gaman að sjá hvað stelpunnar spila. Einum fleiri. Já, að draga hérna á Síðudad. Já, virkilega góð fótavinna hjá Víkingstelpum. En Inga Dís skorar. Inga Dís Jóhannsdóttir. Þessi stelpa á örugglega eftir að láta að sig kveða í náinni framtíð í íslenskum handknattleik. Já. Já, nú erum við einu færri náttúrulega 5-6. Spurning hvort við verðum ekki að fá einhver innlýsingu. Já, hérna var Anita Eik alltof sein og lengi að sjá Lenötru í horninu sem var galopin. Já, vel var ég á Emilíu Dögg. Hafði ekki mikið fyrir þessu. Skoti beint í hana. En jæja, jafnt í liðum, 6-6. Ástrós kemur hérna inn á línuna. 2 hægri. Gamli góði. Já, Auður með mikið pláss. Já, Ester kemur aftur út. Kara kemur inn. Glæsilegt hjá Auði Brynju. Það er spurning að fá Helgu fljótlega aftur inn á móti þessari vörn. Fá Ester og Helgu svona okkar sneggstu fætur á móti þessari framlengjandi vörn og láta leikmanni kringum þær tvær leysa inn. Já, þetta var ekki góð ákvörðun hjá Karen Hrund. Já, kemur Helga inn á, eins og ég talaði 14-12. Já, Arna Þyrí fær hérna aukakast. 2 hægri. Helga kemur vantarlega inn. Já, fínt bara á móti bolta. Nei, án bolta vildi ég sagt hafa. Það er alveg eins gott. Kara óöppin. Já. Já, skilin eftir 6-5. Hún svo lengi skilin svo horni laust og kláraði núna Kara. Glæsilegt Kara Rún Árnadóttir sjött. Kennslukonan Geðþekka. Held hún sé umsjónarkennar í 7. bekk.
Já, þetta bara réttu dómur. Að sjálfsögðu, eitthvað kast. Ég var bara til að sjá aftur, 2 hægri. Já, þetta rétt, Ómar. Þetta bara góð dómgæsla, ég ánægð með Ómar. Þetta bara... dæmi bara eftir reglubókinni. Helga veit að þetta ekki í boði. Á þess að fá 2 mínútna brottvísun að launum. Já, Róa, já. Siffi segir sínum lægri meyjum að Róa, sjálfsögðu einu færri. Láta tíman aðeins éta upp klukkuna. Tímið búnar hérna seinni á leik. Frábærlega gert hjá Örnu fyrir Ólafsdóttur. Frábær klipping hjá henni hérna, vel tímasett og Auður Brynja fer upp í loftið, setur hann hérna í nærhornið. Já, umdeildur dómur. Umdeildur dómur hjá Hallgrími Jónasinni. Hann var nú sjálfur markmaður í Denji. Lét nú dómarna sjálfur alveg heyra það nokkru sinnum. En nú erum við 2 færri í 25 sekúndur. Þá fáum við 5. sóknarmanninn inn. Já, fínt að vinna tíma. Já, Kararún. Glæsilegt. Já, Elínu Helgu Lárusdóttir. Miklu harðfylgi. Þetta var nú... frábært að fá svona mark í svona smá mótvind. Já, þetta sé ekkert á þetta. Nei, en innleysingin hjá Köru var frábærlega tímasett, en það var Siffi búinn að segja henni hvenær hún átti að leysa inn. Það snýst svo mikið tímasetningar. Já, Inga Dís spóla sig í gegn. Já. Kemur Alfa Brá aftur inn á hérna. Hún sýndi libra takta hérna fyrsta korterið á nú. Henni var skipt út af.
Sjálfsögðu, þetta er bara dauða færi fyrir Auði Brynju og því líka neglan sem þetta var hjá henni að small þarna í stönginni. Spurning hvort að Tommy húsvörður og Rita sem er líka á vaktinni hérna á morgun, hvort að þau þurfi ekki einfaldlega athuga hvort einhverja skemmtir hafi verið á stönginni. Nei, ég segi svona já, og Auður bara upp með þig. Að sjálfsögðu, ef að leikmenn HK eru of seina að stíga út í hana þá er þetta no-brainer, þá bara 3 skref og upp. Frábærlega vel valið hjá Ingu Dís, no look inn á línu en Amelia Milicevic lét hérna Emilie Dögg verið frá sér. Emilia Dögg búin að vera í smá kælingu eftir hún fekk 2 mynda brotthúsun. Fekk aðeins að blása og núllstilla sig. Frábær yfirenda finta eða pólska fintan eins og hún er oft kölluð eftir Alfred Kalusinski heitnum pólverunum. Já. Arna Þyri nýtmiðuð á vítapunktinum. Kara Rún hörð í hornataka hérna. Það kemst enginn upp með neitt hjá henni, hvort sem er nemendur í skólastofunni hennar sem í störfum hennar sem umsjónarkennari eða hérna á vellinum. Gaman að segja frá því að Víkingur er með nýjan aðstoðarþjálfara hérna í kvöld. Það er Íris Kristín Smith, stelpa sem er alin upp í Fram, er kennari að mennt, er í fæðingarólofi, nýtekið við sem aðstoðarþjálfari, spilaði lengi með Fram og þjálfa yngri flokka. Bara vertu velkomin í Víking, Íris Kristín. Hún á örugglega eftir að hafa koma bara fínt inn í félagið. Og hver veit nema hún eigi eftir að draga einhverja gamla samherja með sér í Víking á næstu árum eða næstu misserum. Já, Auður fer hérna í stöðuskotið.
Já, 20-15, 12 mínútur eftir. Þetta er algjörlega í okkar handum. Stelpunnar. Já. Þarna ég vilja sjá í því droppanum inn á línu Ástrósu sem átti fína rykkingu. Og Emilia Dögg heldur uppteknum hætti. Er örugglega komið með einhver 12-13 skot hérna í kvöld. Myndi ég halda. Áfram með boltan. Arna Þyri Eyjamærin með svona trademark bara af gólfinu. Og Inga Dís svarar hæl, minkar aftur í 5 mörk. Ég held að, eins og ég segði hann, ég held að þessi Inga Dís sé eftir að ná mjög langt. Sé bara hreyfingar, smá leikskilning, hæð. Þannig að HK þarf að halda vel á spöðunum með hana. Já. Alfa Brá Oddsdóttir. Þetta var nú bara Daniel Nassís finta fyrir allan peningin. Virkilega djúpt til hægri eða djúpt til vinstri og svo sprengja vel til hægri. Daniel Nassís masteraði þessa fintu með franska landsliðinu og Kíl og fleiri liðum. Og Ástrós nær hérna frákastinu. Glæsilega gert hjá henni. Og Jóhanna Lind skorar gólfið inn, setur henni nær. Níu mínútur eftir. Ja, boltan yfir Helga. Varnarmaðurinn var í Örnu Þyri. Já, þetta er fljótt að breytast. Þær eru búin að minka hérna niður í 3 og Siffi fljótur að bregðast við og stöðvar blæðinguna. Siffi fer hérna yfir málin. Siffi hefur komið mjög flottur inn í þetta starf, fókuserar, einbeittur og hérna vinnusamur og ég hef séð miklar framfarir og bætingar undir hans stjórn með þetta lið og við þurfum bara að halda áfram að byggja upp kvennalið okkar. Það tekur tíma. Betur bæta umgjöruna og allt saman og reyna að fá
halda öllum, gera samninga við allar fljótlega eftir áramót fyrir næsta tímabil og fá kannski 2-3 leikmenn og reyna þá bara að gera alvöru allu að ólistildinni. Já, þetta bara hárréttur dómur, góð dómgæsla. Heilt yfir hafa þeir nú bara dæmt þetta mjög vel í kvöld. Nú þarf Arnarþyri að skora. Þetta var klókt hjá Ethel Gyðu Bjarnasen sem fór hérna alveg aftur á línu. Þetta hérna taktík sem að Guðmundur Arnar Jónsson gerði hérna 96 með KA-liðinu. Það var mikill í vítabanni. En já, Alfa Brá, þetta eru einhver smá fintur hjá henni. Greinilegt að það hefur verið lagður mikill tími í gabbreigingar í yngri flokkum HK sem frábært og nauðsynlegt. Góð hjálpaverðni þetta á Auði Brynju. Já, Katrín Hekla skorar hérna 24-21, 6 mínútur eftir. Þetta hvergi nærri búið hérna. Ekkert óðagótt sóknarlega og passa boltan vel. Glæsilegt, Auður Brynja. Hún er búin að vera fjölbreytt í skotunum sínum, uppi nær og niðri fjær. Þannig að erfitt fyrir markmann að reikna út hvar hún að skjóta. Fótur Auður, Auður óheppinn, nær ekki að klófesta boltan hérna. Inga Dís Jóhannsdóttir minkar í 3 mörk. Fjórar og hálf mínútu eftir af leiknum. Glæsilegt hjá Auði Brynju. Þessi ég nú bara oft sagt, því líka framfarir hjá henni síðastliðið 1 ár og hún bara á góðum degi. Einn allra besti leikmann í þessi deild myndi ég halda. Sterkur varnarmaður, hávaxinn, góð skytta, getur farið í árás, getur skotið fyrir utan.
Já, Háka-stelpur þurfa að fá mark núna ef það er að eiga einhvern séns á að koma tilbaka. Gamla no-look sendingin hjá Heklu Fönn. Alltaf gaman að sjá svona auga og leikskilning. Smá skinnbragð hvar línumæður og hornamaður og samherjar, næstu samherjar eru. Já, ættilega stiltu fyrir Ingu Dís. Frábært mark hjá henni. Það var bara stilt upp fyrir hana eins og hjá Dóru Nóna 97. Sett hann upp í skeytin fjær. Já, þetta er náttúrulega bara veisla fyrir Auði Brynju. Ef enginn fer út í hana. Og Alfa Brá. Heldur smá líf í þessu. Þetta er nú eiginlega komið. Hann á ekki að skora 3 eða 4 mörk á 1 mínútu og 45 sekúndum. Já, rétt, þetta var lína og ekkert annað. Nú voru að skila sér snöggt heim. Háka þurfum við helst að klára þessa sókn með skoti á næstu 10 sekúndum. Hekla Fönn. Vilhelmsdóttir. Já, þetta er að fjara út hérna. Góður sigur hjá Víkingstelpum. Já, samt. Já. 20 sekúndur til stefnu. Og þær skora hérna. Minkanir í 1 en 8 sekúndur. 27-26. Frábært hjá þeim. Já, þetta var góð sigur, 2 góð stig í sarpinn og stelpurnar halda áfram að safna stigum. Hið besta mál, en eins og sé mikið hrós til Háka og stúlkna. Þetta eru ungmennilegði hjá þeim og margar efnilegar. Og já, en við bara þökkum bara kærlega fyrir í kvöld og það er nóg að leikjum í desember, bæði á kalla- og kvennaliðunum, þannig að þið bara fylgist með og still inn og síðan bara styrtar línan okkar. Hún kemur upp hérna á skjáinn ef einhverjir víkingar eru þarna úti og vilja
styrkja okkar góðu starfsemi. En annars bara þökkum við fyrir í kvöld og lifið heil.